Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Við ætlum næst að ræða pólitík, við ætlum að ræða Pírata. Það fundur framundan hjá þeim og ég kíkti á fundarboð og ég sé ekki betur en að það séu hugmyndir að taka upp embætti formanns og varaformanns. Hingaði mættur fyrrverandi þingmaður Björn Leví Gunnarsson. Góðan sæll blessaður. Góðan dag. Eru þið að hverfa frá hina svokallaða flata strúktúr? Já, það kannski áhugavert að þetta tillagan kemur loksins eða aftur til atkvæðagreiðslu. Þannig að við gert það áður og var það fellt mjög naumlega þegar þau þurfti aukin meirihluta. Þannig að það var meirihluti sem var sammála því en ekki nægilega mikill meirihluti. En ég svona kannski í því hlutverki núna bara að vera svona aðeins einn af meðlimannum sem að segja ég með smá reynslu sem að get kannski hjálpa til komið með einhver svona sjónarmið inn í þetta en ég ekki að stýra neinu þarna og verð það ekki á næstunni allavega. En ertu til í að lýsa fyrir mér og hlustendum áhorfendum persónulegri skoðuninni á þessu? Já, sko pólitík eins og hún í dag almennt séð kallar mjög á skýra sýn einstaklinga, ekki flokka. Og það sé einstaklingur sem að mæti og tali fyrir hönd flokksins rosalega sterk krafa og hefur verið undanfarið. Og við höfum við fundum alveg fyrir því í Pírötum núna á síðasta kjörtímabili að það var svona vöntun einhvern veginn á þeirri skýru rödd. Hver það var ekki sjálfgefið. Nei. Við reyndum að hafa þetta einmitt svona dreift fyrirkomulag. Og það tókst alveg ágætlega sko innan Pírata en það tókst verr í samskiptum utan Pírata og við eins og fjölmiðla og þess áttar. Já. Þannig að ég skil sko til þess að kannski ná betri samskiptum við bara fólk og fjölmiðla og svoleiðis að það sé sett upp einhvers konar hlutverk, samskipta hlutverk, formanns hlutverk, hvað sem við vilt kalla það, til þess að sinna þeim málum. Ég hins vegar mjög anarkískur, þannig að ég vil svona flata strúktúrinn, en í slíkum flötum strúktúr þá alltaf skilgreind hlutverk. Þannig að vandinn sem ég sé við þetta að, þetta verður kannski kalla formannsembætti eða eitthvað svoleiðis, og því bara ætlað ákveðið hlutverk að sinna samskiptum fyrir hönd flokksins, en ekkert endilega vera formaður í þeim kannski samfélagslega skilningi sem að orðið gefur svona til kynna að þetta sá sem að ræður öllu. Þannig að það verður, ég sammála því að það þurfi hlutverkið, en það kemur ekki óvart að það myndi svona smitast yfir á það, þessi samfélagslega skilningur á hlutverkinu, orðinu formaður eða þess aftar. Taki svona aðeins meira yfir kannski heldur en við höfum almennt séð viljað, upp á flatastrúktúrinn að gera. Þannig að já, ég sammála því að það vantar ábyrgðina, að einhver axli ábyrgðina á alvöru hátt. Þannig að ég sammála því að það eigi að koma því upp. En það var nefnilega slæmt aðurinn flokksfélagar gáturinn ekki gefið þessa ábyrgð og þá tekið hana tilbaka. Heldur var það rauninni þingflokkurinn sem gerði það. Já. Og það var pínu svona ankannalegt. Það var ekki beint, sem sagt, bein ábyrgð sem að þá formaðurinn sem að þingflokkurinn valdi svaraði fyrir gagnvart félögum. Það frekar óþjált. Það þarf að brúa það einhvern veginn, hvernig sem það verður gert. Ef tímarnir hafa breyst, hvenær eru Píratar aftur stofnaðir? 2012. Já. Ef tímarnir hafa breyst að það sé svona meiri krafumda núna en áður,
hvað liggur á baki þess? Er það bara skoðun þín að fjölmiðlar og þetta samfélagsmiðla umhverfi hafi meir það að segja? Nei, ég held að það sé í árangur annara flokksleiðtoga og ekki bara hérna á Íslandi heldur svona almennt séð einhvern veginn hefur verið svona bylgja þessa sjarma formanns af þessu leyti. Já. Sterka formanns sem að ræður allt og öllu. Náðarvald viðkomandi. Já, einhver einstaklingur innan hreyfingarinnar sem hefur bara fengið áskorðað traust til þess að leiða flokkinn. Já. Og það allir bara já og amen við öllu sem að formaðurinn gerir sama hvað gert einhvern veginn. Af því að fólk skilur það að ef að það glatar í þessum formanni sem að hefur persónulegt traust gagnvart almenningi, að þá fær flokkurinn ekkert eins mikið fylgi. Það frekar augljóst svona af ýmsu eins og með Vinstri græn og svo framvegis, með það fór. Og í rauninni var það í Sjálfstæðisflokknum líka. Það í Miðflokknum alveg tímalaust. Þetta víða, Trump svona líka og þú veist, það persónulega fylgi leiðtogan sem að skiptir þarna máli. Mun meira máli heldur en fylgi við flokkinn sjálfan. Og kannski persónulega orðræða tiltekna þingmenn á köflum að þeir hafi burði núna til að staka mjög mikið pláss. Man verður að hugsa til að þú nefnir Miðflokkinn. Man verður að hugsa til áhrifavald Snorra Mássonar. Að nú bara ekki rætt neinn annan þingmann en hann. Það bara mjög óhollt. Hvort sem það jákvætt eða neikvætt skilur, hvort sem að viðkomandi leiðtogi í rauninni mjög jákvætt drífandi einstaklingur eða ekki. Þá það óhollt í rauninni að við látum allt hverfast bara persónuna. Því að samfélagið miklu, miklu stærra og flóknara heldur en ein persóna getur í rauninni svona náð utanum og borið ábyrgð á. Við þurfum að gera þetta saman dálítið sem samfélag. Og að treysta einhvern veginn á að bara einn aðili viti allt og geti allt og svoleiðis bara, það einhvers konar tálsýn. Já. Þú nefndir áðan að það hefði áður komið fram til þetta að hún hefði verið samþykkt með meirihluta en ekki nægilega miklu meirihluta til þess að fór í gegn. Langt síðan þetta var? Já, það nokkur ár. Já. Alveg 2 kjörtímabil eða eitthvað. Hvað sem það þýðir í íslenskri pólitík. Já. Sko, ég var aðeins að svona googla og undirbúa þetta viðtal við þig. Ég man til dæmis eftir því að ég sá það Ásta Guðrún Helgadóttir á sín tíma þá sagði hún af sér embætti, var hún ekki þingflokksformanns? Jú. Já, vegna þess að hún sagði að veri ágreiningur hlutverk þingflokksformannsins og hún var í hópi þeirra sem á sínum tíma í rauninni gagnrýndi þennan flata strúktúr. Já, kannski hlutverkaleysið mitt. Það vantar þessa stöðu. Já. Það vantar stöðuna sem að flokksfélagar getur leitað til upp á að vera svona þessi kannski brú á milli þess hvernig pólitíska starfið fer fram, ber ábyrgð á því rauninni sko þvert yfir þá sveitarstjórnarstig og þingi. Á móti rauninni þessum sem að gefið umboð til þess að sinna því starfi. Því að sko fólkið sem þarna í sveitarstjórnum og þingi með persónulegt umboð kjósenda. Það í rauninni veit ekkert eða getur ekkert sagt neitt sérstaklega annað heldur en bara út frá eigin samvisku hvernig það á að sinna sínu starfi. Og gerir það þá bara á eigin forsendum kannski að vera að spjalla við félagsmenn og út frá stefnu flokksins og svo framvegis. En það engin bein tengsl í rauninni á milli almennara félagsmanna sem á vantarlega kusu allir sem flokkin, en það voru mun fleiri sem kusu flokkin heldur en eru kannski bara skráðir í flokkin. Þannig að kjörnir fulltrúar að bera ábyrgð til allara kjósenda í leynilegum kosningum sem við vita þá eru ekkert hverjir eru, bera bara ábyrgð til almennings. Og þá upp á pólitísku sýnuna gagnvart stefnunni sem að félagsmenn sérstaklega samþykkja vantar svona betri
svona á hnitmiðari samskipti upp á ábyrgð að gera. Til þess að fólk sem er þá í grasrótinni geta sagt þessar ákvarðanir sem þau eru að taka í þingflokknum, jafnvel þó það passi við stefnuna almennt eða sé einhver skref í áttina ásveis, bara við erum ekki sammála að útfærslan sé rétt og viljum kalla fólk á teppið. Og þá nærtækast að sko grípa mig til einhver sem með pólitíska ábyrgð, pólitíska vald þá frá sko grasrót flokksins. En að sjálfsögðu eru síðan einstaka þingmenn bara með sitt sjálfstæða umboð og starfa samkvæmt sinni sannfæringu eins og segir í stjórnarskrá. Þannig að þessa dýnamík einhvern veginn svona hann vantar. Svona af því að samskipti eru mjög persónuleg eins og og eru þannig í pólitíkinu núna að það er erfitt að leita til allra þingmannanna og sveitarstjórnarfulltrúanna að spyrja hver stefna Pírata sé. Ef þú gengur á línuna að þá hafa mismunandi þingmenn áhuga á mismunandi málum, eðlilega. Og svara kannski bara út frá sinni persónulegu skoðun, sinni persónulegu sannfæringu. En ekki endilega sem sagt einhverja sameiginlega pólitíska sýn sko grasrótar, þá samþykkt stefnu og Pírata. Af því að stefna almennt séð samþykkt á pínlítið svona breiðum grundvelli. Og þegar það kom upp mál sem að þarf að ákveða, hvaða ákvörðun á að taka, að þá getur vel verið að útfærslan sé ekki að skapi grasrótar, þó að það sé innan þeirra marka, að þá getur verið að það sé, ég vil lengra þetta svona en ekki hins. Það var gott dæmi til dæmis birtingu álagningarseðla. Þar stefnan í rauninni að við virðum friðhelgi einkalífs, en við erum líka, þetta líka þessi opinber, samfélagslega ábyrgð. Þannig að þá eru sumir innan þingflokksins sem vildu nýta friðhelgis vinkilinn og til þess að koma í veg fyrir að álagningarseðlar væru aðgengilegir. Það var rétt út frá stefnunni, meðan grasrótin var almennt þeirra skoðunar að nei, þetta eitthvað sem varður okkur öll sem samfélag og við þurfum að vera hreinskýlinga hverju öðru hvernig við erum að greiða skatta á svo framvegis. Og í samræðum við grasrót þá var það ofan á. Það hefði kannski verið einfaldara ef það hefði bara verið að ganga til einhvers eins sem að sér þessi samskipti. Já, maður líka stundu velti fyrir sér að það kemur upp mjög óþægilegt, erfitt og svona snöggt mál innan flokks að það náttúrulega meiri skilvirkni fólkin í því að vera með einhverja toppa sem hafa umboð til þess að bregðast hratt við. Já, alveg rétt. Hafið einhvern veginn tapað á því að mál hafa svona dregist aðeins að komið upp einhverjar illdeilur, væringar, atvik og... Já, sko við meðal annars náttúrulega í kringum bara það hvernig svona Björt framtíð sleit stjórnarsamstarfið, þá var ákveðin ákveðið vantraust gagnvart Pírötum út af þessu beina lýðræði sem við varum að stunda að einhvern veginn bara meðlimir grasrótar, meðlimir Pírata, getur bara komið með tillögu inn í atkvæðagreiðslukerfið að slíta ríkisstjórn og það bara samþykkt og yrði þingflokkurinn að gera það. Í kjölfarið leiðréttum hvernig það náttúrulega virkar að skrifa undir samstarfssamning að það gildir út kjörtímabil. Þannig að það ekki hægt að koma einhvern veginn og rifta honum á meðan það í gangi frá grasróta, því grasróta þegar búin að samþykja þann samstarfssamning, búin að samþykja og svo lengi sem að vera að vinna samkvæmt honum þá það bara þannig. Þannig að við þetta ræða hvort að fólk sé að fylgja honum eða ekki, það bara önnur umræða þar til hliðar, en veldur því að það ekki hægt að koma inn og bara slíta, þetta bara búið, þið verðið að gera það af því aftur að fulltrúar eru með almennt umboð kjósenda en ekki bara umboð þeirra sem eru skráðir í flokkinn.
Þannig að við þurftum á tímabili með að bæta við svona flýti aðferð í gegnum kosningakerfið. Til þess að þetta geta brugðist aðeins hraðar við ef að flokkurinn þurfti að svara einhverju. En almennt séð þá höfum við svona verið með þannig þumalputta reglu að þegar það þarf að taka skyndi ákvörðun að þá hún bara tekin. Og þau sem eru í þeirri aðstöðu til þess að taka hana að þau bera bara ábyrgð á þeirri ákvörðun í því á þeim tíma. Síðan svo ákvörðun tekin í víðara samtali og þá metið hvort að það þurfi að snúa ákvörðunni við eða hvort að í framtíðinni þá þurfum við að ákveða þetta einhvern veginn öðruvísi. Það bara eðlilegt, hvort það sé hægt að snúa ákvörðunni við ekki bara annað og þá metur fólk bara það hvort það var eðlilegt hvort það var svo slæm ákvörðun að viðkomandi þarf í alveg að bera ábyrgð á því, bara pólitískt séð eða ekki, eða hvort það var skiljanlegt í aðstæðunum að þessi ákvörðun hafi verið tekin og svo til framtíðar ætlum við þá að leiðir þetta stefna þannig að sama ákvörðun eða sami mistök verða þá ekki gerð. Þannig að, já, það það sem að, ég hef upplifað nefnilega rosalega mikið að tímaþröng notuð gríðarlega mikið sem svona pólitískt þrýstitól. Það að segja að það koma stjórnarflokkarnir eða eitthvað svoleiðis koma og segja, við verðum að taka þessa ákvörðun, við erum að bara fara að klára þetta mál núna bara í dag. Og það bara, ekki okkar vandamál að þið eru tímaþröng. Og það var alltaf hlutverk okkar svona undanförnum árum einhvern veginn í stjórnarandstöðu bara að þetta nota sem valdatæki. Þetta gerir það verkum að flokkar hafa ekki tíma til þess að fara til sinna grasrótar eða í víðara svona samtal með almenningi möguleikana í stöðunni. Og það notað sem afsökun að það sé tímaþröng og þá geta viðkomandi flokkar sem að jafnvel vita þessi að taka ekki góðar ákvarðanir en vilja gera það út af einhverjum hagsmunum eða hvaða ástæður sem það eru. Þá geta þeir afsaka sig með, það var ekki tími til þess að tala við víðari hóp, til þess að leita ráða eða eitthvað svoleiðis, leita dómgreindar. Og það bara, þessi ákvörðun var tekin við bara, það verðum að sætta okkur við það. En þannig pólitík þurfum við að vinna gegn. Og að sjálfsögðu líka vinna hlutan skilvirkan átt. En að passa það að það sé ekki vera að sneiða fram hjá eðlilegu lýðræðislegu ferli með því að vísa einhvern veginn í tímaþröng sem bara tilbúin tímaþröng. Já. Ég sé líka að á þessum aðalfundi þá þú þarft að mæta. Þú getur ekki verið á fjarfundi og greitt atkvæði. Og svona, maður aðeins að velta fyrir sér að Píratar voru þessi flokkur sem var mjög tengdur internetinu og rafrænum lausnum og þeir voru með aðeins öðruvísi kosningakerfi eru kannski ennþá með. Og svona, já, einhvern tímann var slagorðið ykkar að reload eða endurræsa Ísland, já. Endurræsa Ísland. Við erum prófað að slökkva og kveikja aftur. Það svona hugmyndin inni. Bara svona, nú verið að tala að hvað eru jafnan líkur á að myndur telja að það verði kosið, að það verði varaformaður og formaður í framtíðinni? Það góð spurning, Allavega einhverja líkur. Það eru einhverja líkur allavega með að við niðurstöðu síðustu kosningana, síðustu atkvæðagreiðslu í þessum. Já, og ef við svona leikum okkur aðeins að því kannski að blanda saman skyldum eða óskyldum hlutum, þetta alltaf með þessa breytingu menningarbreytingu að nú þarf að mæta á staðinn til þess að greiða atkvæði, getur ekki gert það í gegnum internetið og við erum að tala þarna skref sem að maður veltir aðeins fyrir sér hvað stendur eftir? Það sem sagt lýðræðið gott auglítis, finnst mér svona, þannig að það ekki alveg loku fyrir það skotið að fólk sem getur ekki mætt getur ekki kosið, fólk getur veitt umboð fyrir atkvæði sín. Þannig að það svona búið að dekka það. Og það hefur alveg verið svona ákveðin andstaða við kosningakerfið sjálft eins og það útfært
Við höfum notað ákveðina svona forgangsröðuna kosningu sem að fólk hefur ekki alveg skilið rétt því miður og sko út af því að það hefur ekki skilið kosningakerfið á réttan hátt að þá hefur það reynt að misnota það. Hvernig? Með því að smala og svo framvegis og lobbya fyrir því að þessi séu kosnir og þessi séu settur í neðsta sæti og eitthvað svoleiðis. Og mér finnst það mjög hjákátlegt í rauninni. Kosningakerfið virkar ekki alveg þannig. Þetta er ekki svona talning í fyrsta, annað og þriðja sæti. Þetta er forgangsröðun, sá sigrar sem er oftast valinn fram yfir alla aðra. Þá skiptir í rauninni engu máli þegar það verið að velja á milli sko, sem sagt, tveggja einstaklingi raunni þegar kannski 10 er í framboði. Hvort að sá sem að sem sagt, þú hefur áhuga á að sigri, hvort þú raðar honum sem sagt, ekki, mótherjónum í rauninni í annað eða 10. sæti. Hann er þá raðaður fyrir neðan þann sem að þú hefur helstan áhuga á að sigri. Og þá á þínum kjörseðili vinnur sá alltaf á mótherjónum. Algjörlega óháð því á hinu. Í svona flækindum og þegar það er svona ákveðna jafnastöður og slis þá getur innri röðun haft smá áhrif. Það er bara tæknilega pínu flókið og tæknilega eiginlega ómögulegt að giska á það fyrirfram. Já. En fólk telur sig einhvern veginn geta gert það og út af því hefur svona myndast ákveðið rifrildi einmitt miskilning á því hvernig fyrirkomulagið virkar. Þannig að ég viðurkenni að þetta er ekkert einfalt, þetta er alveg flókið. Þetta er ákveðið flæðiritt og svoleiðis sem að fyrir út í tölunafræðina í þessu. En eru það að fara endur hlaða svona áherslumál í sambandi við hvernig þið hugsið ykkar einingu, ykkar flokk, ykkar hreyfingu sko af því ég nefni þetta tvennt, internetið og skort á strúktúr að eru það verða núna eins og hver annar hefðbundin stjórnmálaflokkur? Ég hef ekki hugmynd það, af því að ég er einungis núna bara í því hlutverki að hafa haft ákveðna reynslu af því sem hvernig þetta hefur verið. Já. Og fólk hefur áhuga á að heyra eitthvað þá reynslu, þá get ég alveg talað það. Já. En ég er ekki í virku starfi við að sinna því hvernig á að byggja þetta upp til framtíðar og taka ákvarðanir það. Þannig að ég hef ekki hugmyndu það. Kemur að ljósa á þessum fundi vantarlega, hvað fólk sem er í núverandi stjórnum hefur plön á að gera. Já. Sko þið eruð náttúrulega, getum við sagt að þið séu valda minni en mjög langt skeið. Vissulega. Já. Og sumir sakna ykkar af Alþingi og það er maður svona veltir fyrir sér fer flokkur í öðruvísi endurskoðun og starfar hann eftir ólíkum hugmyndum þegar hann er eins valdalítill og raun ber vitni núna en ef þið hefðu bara siglt lignan sjó og væri með nokkra þingmenn á Alþingi og að ekki orðið þessar deilur sem að urðu þarna sem að eflaust kostuðu töluvert atkvæði. Hvernig metur það? Sko, persónulega þá hef ég alltaf skoðað kosningakerfið daldið á undanförnum kosningum og ég held að í síðustu skoðanakönnun sem var birt að þá eru þessi svoköldu dauðu atkvæði réttumlega 9%. Og ég er persónulega á þeim stað að þeir flokkar eigi að einbeita sér að því að fá aðra flokka sem eru í stöðu til þess að breyta hlutunum til þess að laga þetta blessaða kosningakerfi. Já. Og einfaldlega ekki bjóða fram. Ekki bjóða frá? Nei. Þannig að þessi 9,1% fái fulltrúa. Ertu að tala VG, Pírata, Sósíalista? Já. Þessa þrjá flokka? Já. Það er mín persónulega skoðun okkur eins og er.
Vandinn að... Hvernig myndirðu tryggja að raddirnar... Já, það nefnilega gríðarlega flókið því að flokkanir hingað til hafa ekki haft neinn áhuga á að búa til sanngjarnt kosningakerfi. Laga til dæmis 5% þröskuldinn. Þannig að það er alveg nægilega flókið meira þess að þegar við vorum inn á þingi. Það var ekkert hægt að fá neitt til þess að hlusta á að það veri gáfulegt að fara í slíkar breytingar. Lögum bæði Viðreisn og Píratar saman lögum fram breytingatillögur svona jöfnun á breytingu og jöfnun á þingmennuna, hann myndi vera aðeins minna affall hvað það varðar, en 5% reglan þvælist fyrir. Ég var með tillögu að þetta væri öðruvísi reiknað út til þess að tryggja það í rauninni að hlutfall á landsvísu, atkvæða landsvísu myndi þýða sama eða nánast sama hlutfall á þingi. Mér finnst algjörlega nauðsynlegt að ná því og ég veit það bara að allavega þessir þrír flokkar hafa svona meiri áhuga á því að lýðræðið sé svona jafnara heldur en sumir aðrir flokkar sem eru á þingi. Þannig að með því að vera utan og vera þessi 9,1% dauðra atkvæða að þá erum við raunin að koma í veg fyrir að breytingarna geti gerst frekar heldur en að hjálpa þeim. En mætti ekki líka hugsa sér að þessi hópur gæti náð vopnum sínum og náð ítökum sem annars er það ekki bara með því að saminast? Nei, ekki séns. Það er ekki séns? Nei. Hvers vegna ekki? Það eru til að byrja með pólitíska hugmyndafræði er ólík milli þessara þriggja flokka. Þó að markmiðin, og mér finnst þetta mjög áhugaður, markmið allra flokka eru þau sömu. Að reyna svona í orði. Þó að það sé aðeins mismunandi í borði, svona einstakka málum, þá skína stundum sumir hagsmunir aðeins meira í gegn heldur en almannahagsmunir, því miður. En allir flokkar segjast hafa sömu markmið að ná góðum árangur fyrir land og þjóð. Fólk hefur mismunandi skoðanir á því hvernig á að gera það og þar skiptumst við svona alla jafna upp í þetta klassíska hægri og vinstri. Já, Píratar hafa svona aðeins minni trú á ríksáskiptum heldur en VG og sósíalistar. Já, og ég allavega hef nánast enga trú á þessari polariseringu sem birtist í hægri og vinstri af því að báðir aðilar þarna í því lífreildi hafa rétt fyrir sér suma hluti og báðir aðilar hafa rangt fyrir sér suma hluti. Hægri menn til dæmis segja engin ríkisrekstur í samkeppnis umhverfi. Það er bull. Auðvitað má ríkið vera með einhvers konar eins og samfélagsbanka eða eitthvað því líkt. Og síðan að vinstra megin þá er einhvern veginn þá á ríkið að taka yfir þeim meira því betra eftir því sem þú ferð lengra til vinstri sem er líka bull. Fólk, ég segi oft til dæmis varðandi heilbrigðiskerfi sem að fólk vil almennt sé í samfélagslegum rekstri og skil það mjög vel og er alveg sammála því. En á sama tíma þá segi ég líka að einhver sem að mentar sig sem einhvers konar heilbrigðisstarfsmaður af hverju er hann rauninni skyldaður til þess þá að vera ríkisstarfsmaður til að geta sinnt sinni menntun. Ég fatta það ekki, sko. Nei. Þannig að þetta, til þess að sigra í kosningum, að þá þarf það að sannfæra fólk þitt ágæti. Og þegar allir eru að tala með rauninni sama sömu hugmyndafræðina að þá er mjög erfitt að skera úr það hver hefur best og réttast fyrir sér eða eitthvað því líkt. Þannig að þú vilt þá skera þig aðeins frá hópnum. Og þá kannski talar þú fyrir aðeins meiri hægri væðingu heldur en rauninni hollt er fyrir samfélag. En þú skerði úr og þar alveg jafnvel færðu meiri athygli og nær þá fleiri atkvæðum og sigrar.
eða þá náttúrulega kemur það í hináttina og einhver talar fyrir þá meiri vinstri sinnuðum eða meiri sem sagt svona authoritarianism eða meiri frjálslyndi eða ýmislegt svoleiðis. Þannig að hvatinn til þess að sigra í kosningum að skera sig í raun út frá því sem að almennt séð væri bara lógísk leið til þess að reka samfélagið. Þannig að þú hefur enga trú á því að Svandís Svavars og Sanna og einhver svona hópur af fólki úr ólíkum flokkum myndi með sér bandalag annarkvort fyrir sveitarstjórnarkosningar eða þingkosningar. Það getur vel verið að þau gerir það sko en hérna það er ekkert að fara að virka. Það er ekkert að fara að virka? Nei. Ekki sko, þú veist, jú, kannski náðu einhverjum aðkvæðum einhverju fulltrúum og svoleiðis og þeim finnst það að vera að virka en það virkar ekki fyrir samfélagið. Ekki fyrir samfélagið. Við erum ennþá í þessari polariseringu sem að drepa okkur og þar rauninni þessi lýðræðislega samkeppni einhvern veginn sem á að vera rosalega málefnalega og svoleiðis, hún það bara ekki. Talandi polariseringu og breytingar á polariseringu að jafn lengi og ég hef starfað í blaðamennsku sem margir áratugir þá höfum við blaðamenn náttúrulega svolítið litið á valda flokkana 2 sem álmu og hún kannski polariseraðist einhverju leiti alltaf frá hinum flokkunum en nú erum við bara að tala það að sjálfstæðisflokkurinn í gríðarlegu ströggli, Framsóknarflokkurinn að þurrkast út. Við þurfum þetta tímabundið eða þurfum við að fara að hugsa allt okkar svona pólitíska landslag upp á nýtt? Hvernig metur það? Hefur haft tíma til þess að velta þessu fyrir? Já, þá er óskandi ef að við gætum hugsað þetta pólitíska landslag upp á nýtt sko en vandinn að til þess að breyta því þá þurfa þessi flokkar að breyta því. Þeir hafa engan áhuga á að breyta því. Jafnvel sko, ég veit að sjálfstæðisflokkurinn var í síðustu kjörtímabili að tala raun að gera kerfið verra með því að fara meiri áttina einstaklings kjördæmum sem er gjörsamlega glatað. Það býr til meiri skekki á milli þeirra sem eru kosnir og þeir sem, hvernig eru kosnir, hlutfall og þess aftar, hvaða hlutfall og þingstyrks hlutfall. Það verða líka til nýjar skyldur hjá þeim flokkum sem að núna eru til dæmis að mælast sterkir í skoðanakönnunum og hafa völdin í ríkisstjórn. Já, algjörlega og það að draga út úr þeim svör við þessum sko augljósu vandamálum. Til dæmis bara lýðræðishallan varðandi dauðaatkvæðin til dæmis eða misræmi á milli kjördæma eða bara, þú veist, heildaratkvæðamagn við heildarstyrk á þingi virðist einhvern veginn vera alveg ómögulegt. Það ekki hægt sko, þetta hefur verið þróundaldið að pólitíkusar hafa verið afskaplega góðir, orðið afskaplega færir í að svara kannski svona spurningum sem þeir rauninni engan áhuga á að gera neitt í á mjög diplomatískan hátt. Hljómar eins og mjög umhverflega ágjör að þessu verðum að gera eitthvað í svo blá, svo gerist aldrei neitt. Og hvað var það, þú veist, að halda? Þannig að það fyrsta svona hindrunin sem það þarf að komast yfir, að fá fólk til að segja í alvörunni að það hafi ágjör að þessu og sýni það í verki hvernig það ætla að leysa vandamálið. Þú sér engar augljósar lýðræðis umbætur fylgja breyttum valdhöfum nei, ekki ennþá. Það ekki þannig. Nei. Ég veit að sem segir svo núverandi forsætisráðherra, henni hrósað svona af ýmsum pólitískum haugum að kunna að þegja, að vita hvenær eigi ekki að svara spurningum og svara aðeins, til dæmis. Mér finnst það ekki vera jákvætt hrós en ég skil það af því að það skilar árangri. Eru líkur á því að Samfylkingin og Viðreisn tilengi sér sið í gömlu valdaflokkana? Auðvitað. Það sko hjólfarið einhvern veginn sem að pólitíkin eru svakalega djúp. Svakalega djúp. Og ég sé engan möguleika á því að nokkuð verði lagað í grundvallaratriðum. Núna var þessu kjarnorku úrræði beitt í sumar
og það verið að boða einhverjar breytingar á því hvernig á að fara með þetta og þetta svona innan þings þvaður fyrir allt kemur til alls. Ég skal glaður ég dóni með orðin ef að koma einhverja gaggerar breytingar tillögur þegar að því kemur en spá mín svo að þetta verði bara yfirborðs tillögur. Vilji til aukinna útgjalda í varnarmálum værirðu að rífast við Þorgerði Katrínu og Kristrúnu Frostadóttur í ræðustól þegar þing kemur saman eftir nokkra daga að þú værir enn á þingi og værir að vara við því eða hvað stendur gagnvart því? Ekkert endilega það fer algjörlega eftir því hvað á að gera við peningin. Því að það eru alveg brýn varnarmál sem að þarf að sinna hérna á Íslandi og bara í alþjóðlegu samstarfi að nýta þann sem sagt það fjármagn á skynsaman hátt og taka ekki til sín sem sagt stærri bita heldur en þú getur gleypt líka mikilvægt. Þannig að segja sem sagt meira fjármagn til varnarmála þá getur maður til dæmis mjög auðvitað sagt að Landhelgisgæslan hafi verið vanfjármögnuð miðað við metnað og markmið. Það að segja að Landhelgisgæslan hefur sett ákveðið markmið fjölda sem sagt öryggisferða og sem sagt skönnunarleiðangra og ýmislegt svoleiðis með flugvél og þess háttar sem að við vitum bara að það kostar ákveðið. Ef við kvittum upp á, já, þetta svona ákveðið viðmið sem að þurft að sinna. Af því að við vitum að það koma beiðnir erlendis frá að það sást eitthvað á gerfinetti einhvers staðar í sjónum og þá þarf að fljúga yfir þetta svona betri og þetta er bara ákveðin meðaltala á hverju ári sem þarf að sinna því. Flugvélin hins vegar einhvers staðar út í löndum. Þannig að hún sinnir því ekki og þá kunni henni ekki borgað fyrir það eða það var ekki fjármagn til þess að sinna því. Þannig að ég sé það alveg að það fjármagn til dæmis væri skortur á því og ef það væri farið að sinna einmitt bara bæði björgunarstarfi og Landhelgisgæslu á alvöru hátt þá myndi ég alveg kvitta undir ég skil að þetta kosti þetta mikið og til ég að styðja það en ýmislegt annað sem ég var ekki til ég að styðja svo sem þannig að maður verður alltaf að spyrja til hvert innihald þess sem verið að gera því að pólitíkin afskaplega yfirborðskennd. En ef ég þvæli þér í enn eina umræðinu núna svona í ljósi reynsluðinnar og ferils þetta til dæmis þetta skref Guðrúnar Hafsteinsdóttur að velja Ólaf Adolfsson sem þingflokksformann og Hildur Sverrisdóttur Víkur. Hvernig sér þú þetta? Þetta er í alvörinu rosalega áhugavert. Það ekki? Jú, það sér það í rauninni enginn kannski utanfrá nema að skilja hvernig pólitíkin inn á þingi virkar. Þingflokksformenn sjá í rauninni það að svona ræða við forseta dagskrá þingsins, skipuleggja störf þingsins svona næstu vikunar og svo framvegis og er einstaka þingfundi. Í praxís það náttúrulega bara þannig að forseti leggur fram svona á þetta vera og þingflokksformenn kvappa það hvernig að útfæra hitt og þetta eða biðjum geti forsætisráðherra að koma hérna og komið í umræðu þetta mál sem eitthvað akút og svo framvegis og þá reynda að redda því og svo framvegis. Í grundvallar atriðum samt að þá snýst þetta þau mál sem að þingið á að afgreiða. Það eru ríkisstjórnarmál og þingmannamál. Og þingmannamál eru eiginlega bara stjórnarandstöðumál. Af því að ríkisstjórnarmálin eru þingmannamál ráðherrana sem að það leggja þá fram sem ráðherrar í ríkisstjórn. Þannig að allavega. Og það er að einhverju leyti skiljanlegt að ríkisstjórnarmál fái forgang bæði inn í umræðu í þingi og í nefndum. En
á sama tíma eru svona málsmeðhöndlunar reglurnar sem maður verða einstaklega nördalegur á þann hátt að framsögumenn mála þá er málinni númeraröð það er eitt, þannig að fólk sendir inn hérna er málið mitt og þegar bara kemur að því í sem sagt númeraröðinni þá á að þumalputtaregluna þá á að mæla fyrir því fyrst en nýrri ríkisstjórnarmál eru oft tekin framfyrir skiljanlega, það er bara í krafti meiri hlutans að ákveða það en allavega þegar stundum gerir það verkum og það er ekkert ríkisstjórnarmál eða það er búið að taka það öll umræðu, þau eru öllin í nefndum eða kostlegis og ekkert ríkisstjórnarmál sem er hérna til staðar og þá kemur bara fyrsta þingmannamálið í umræði það klárast og fyrir nefnd líka og þar tekum við sama sem sagt endurröðun á málum ríkisstjórnarmálum fyrst og svo sem sagt þingmannamálin og þarna kemur þetta sem sagt deyja í nefnd dótið framsögumaður hvers máls inn í nefnd á í rauninni að segja þetta er mitt mál sem ég ætla að koma í gegnum nefndina og ég legg til að við fáum þessa gesti þetta mikinn umræðutíma í nefndum og svo þegar það klárast að þá leggur framsögumaður til að máli sé afgreitt úr nefnd með því að leggja fram dröga nefndaráliti eða eitthvað svoleiðis það máli kemst aldrei það langt yfirleitt það svo lélegt með þessi að flestir í stjórnarandstöðinni sem sagt framsögumenn legg ekki einu sinni tillögu til formanns það hvernig eigi að afgreiða málið og bara ætlast til þess að formaðurinn bara setji málið á dagskrá og vinni alla vinnuna fyrir þau. Og hvernig kemur þessu heim við Ólaf eða Hildi? Já, þetta er alltaf koma. Því að sérstaklega sko, þarna koma sko, sem sagt, þarna eru samningaviðræðurnar. Að fá mál á dagskrá. Það snúa samningaviðræðurnar. Ríkisstjórnin segir, við ætlum bara að afgreiða ríkisstjórnarmál. Þið hérna í stjórnarmeirihlutanum, þið fáið ekki neitt. Bara 0 og nix, þó þið sem er 49% atkvæða landsmanna, fáið bara ekki neitt. Þetta er meirihluta valdið á þingi. Ég veit að á síðasta kjörtímabili þá var þetta við Hildi einmitt að við erum alltaf tilbúin til þess að semja ræðutíma að sjálfsögðu. Og hún var alveg bara himinlífandi í því en náttúrulega bara það var bara ríkisstjórnarmálin. Ég sagði náttúrulega bara, nei það eru öll mál sem eru undir í því að sjálfsögðu. Og þau nefndu því ekkert. Þú veist ekki, til hvers að nenna að fara að semja einhvern veginn umræðutíma stjórnarandstöðumál, bæði inn í þingsal og eða í nefndastarfinu, þegar þú getur hvort þið bara komið upp fyrir að þau séu afgreitt. Þá verður stjórnarandstaðan að segja, þið ráðið ekki alveg svona miklu og eina úrræði sem stjórnarandstaðan hefur til þess að sýna að ríkisstjórnin ráðið ekki svona miklu er að mæta ræðistól Alþingis. Og lítur Guðrún að Ólafur muni vinna þetta verkefni betur en Hildur hefði gert? Það verður áhugavert að sjá því að allavega voru þær skoðanir áður að þetta væri bara ríkisstjórnin og ríkisstjórnarmálin réðu. Núna hefur hún komin í stjórnarandstöðu rekst hún á eigin vegg í rauninni og ég veit það alveg, þetta voru sömu skoðanir sko innan samfélkingarinnar, veit ég talaði við suma fyrrum þingmenn þar og eða sem sagt frá síðasta kjörtímabilim þetta er bara ríkisstjórnin og hún tekur bara sín mál í gegn. Þannig að þessi menning er enn til staðar að koma í veg fyrir að mál stjórnarandstöðunar komist í atkvæðagreiðslu. Af því að það er tiltölulega algengt að stjórnarandstaðan leggi fram mál sem að einhver ríkisstjórnarflokkur er sammála. Bara samkvæmt þeirra yfirlýstu stefnu. Og þá verður það rosalega vandræðilegt fyrir þann ríkisstjórnarflokk þegar að það mál kemst í atkvæðagreiðslu að þurfa að greiða atkvæða á móti því. Þegar að það væri þá gegn stefnunni þeirra. En það er alveg hægt að rökstyðja þá ýmsan hátt út frá ríkisstjórnarsáttmálunum. Það er verið að taka skrefjabel eða eitthvað svoleiðis í áttina að þessu og þetta kostar peninga og svoleiðis og það er alltaf þegar að kemur snýst af peningum þá það er stærra mál í kringum fjárlög og svo framvegis. En þú sér þetta ekki bara einfaldlega þannig að Guðrún sé að kæfa niður uppreist sem hefði ekki það orðið og sé bara beita húsbóndavaldi? Nei, ekkert frekar sko. Það er bara klassísk svona apparat innan þeirra stóru flokka þarna sko.
og Ólafur segist alltaf að koma með einhver ný vinnubrögð. Ég hlakka til að sjá það í verki. Ég veit ekki alveg hvernig á að sinna því verki af því að eins og ég segi, eina leiðin fyrir stjórnarandstöðuna til þess að sýna ríkisstjórninni að hún ráði einhverju, að sé með stuðning einhvers hluta almennings, alltaf helming, það er að mæta í ræðisvöld Alþingis. Og meðan ríkisstjórnin er á þeirri skoðun að það eru bara ríkisstjórnarmál sem eiga afgreiða, að þá er engin annar möguleiki í stöðinni. Það er ekki hægt að vísa í þjóðaratkvæðagreiðslu eða neitt svoleiðis til þess að sko, þvinga mál í atkvæðagreiðslu og fá það bara svart á hvítu eða grænt á rauðu hérna, hver sannfæring, hvers þingmanns er í hverju máli fyrir sig. Nefnir við þurfum að fara að ljúka þessu en hérna, mér langar aðeins svona að fara aftur núna í lokin til þess að skilja aðeins betur kannski þegar þú segir að það væri skynsamlegast að Píratar myndu ekki bjóða fram og Vinstri-grænir myndu ekki bjóða fram og sósíalistar myndu ekki bjóða fram ef við skiljum rétt í og með til að mótmæla því þessum þröskuldi en myndi það ekki bara sko værið ekki bara að gefa hérna, flokkunum sem eru stærri og frekari fyrir og fæti bara gjafir með því hvert er hótunar elementið eða hvert er vogaraflið? Ég meina er ákveðin samvinna. Þegar ef að skoðun er svo að við viljum ná betra samfélagi að þá leitum við náttúrulega til þeirra flokka sem eru kannski með svipaða skoðanir og gætu gert eitthvað í því. Já. Frekar heldur en að skera okkur frá og ná ekki þeim árangri. Með því að ná því samstarfi að þá værum við að gefa í rauninni 9% við erum að 6 þingmenn sem að myndi þó sem sagt, í staðin fyrir að vera ekki á þingi vera viðbót hjá þeim flokkum sem að hafa þessa sömu skoðun. Og ertu vongóður í leiðinum að þetta myndi auka líkurnar á að þröskuldurinn yrði lækkaður eða? Já. Það væri í rauninni krafan að afnema sko 5% regluna. Af því að sko hún er gölluð eins og er í svona vísu mjög fjarlægum möguleika segjum að það veri 21 flokkur í framboði og allir flokkar myndi fá minna en 5% atkvæða að þá er ekki engir jöfnunarþingmenn. Það er innbyggður galli í þessu. Ég er ekki að segja að það er mjög ólíklegt að þetta gerist og líklega aldrei en mér finnst bara svona gallar vera virkilega óþægilegir, alveg svakalega óþægilegir og þau búa til þess að skekkju einhvern veginn þegar það er einn flokkur sem er rosalega stór eða með svona margir sem að jafnvel sko margir jafniflokkar fara þá að missa út í rauninni bara því voru rétt á eftir. Að þá getið jafnvel ekki fengið sko neitt jöfnunarmann bara einfaldlega af því það var aðrir flokkar sem voru með pínleiti meira fylgi væru búin að þurrka það til sín. Það er fullt af svona möguleikum sem að geta rauninni skemmt þetta kerfi alveg svakalega og búið til þetta ójafnvægi sem að við höfum séð í undanförnum kosningum. Það hafa verið ríkisstjórnir, til dæmis 2016-17 ríkisstjórnin sem að hefði í rauninni ekki átt að vera með meirihluta en hún flakkaði einn á milli í rauninni stjórnarandstöðuflokks og stjórnarflokks sem að ef það hefði verið réttartalið, bara upp á hlutfall að gera, þá hefði svo ríkisstjórn aldrei getað orðið. Og mér veist að bara það er nægt dæmi til þess að maður hendi þessu í ruslið og byrja upp á nýtt. Ekkert flóknar að það. Það er loka orðin. Kæri þakkir fyrir að fara hér víðan völl með mér, Björn Leví Gunnarsson. Og ekki fara langt, kæru hlustendur. Það verður meiri pólitík síðar í þættinum og annað efni. Við verðum hér aftur eftir andartak. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina,
sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.